Jæja, stelpur, þið vorum að tala FSU og þetta nám sem svolítið mikilvægt, það ekki? Jú, okkur finnst það bara gríðarlega mikilvægt og erum bara mjög, það hefur glaðar yfir því að það hefur verið sett á stað nám sem grunnnám í hestamennsku, bara sama hvort þú ætlar að fara í framhaldsnám eða starfa við þetta og bara hestamennskan eins og við ræddum kannski í upphafi að hún breyst gríðarlega og við viljum náttúrulega hafa þetta fullt af kannski góðum knöpum sem hafa litla grunnmenntun og jafnvel enga því hún ekki til staðar og það í boði hér og síðan náttúrulega hugmyndin að færa þetta inn í stúdentsbraut og þá þið kannski fyrstu 2 árin svona grunnmenntun og síðan myndi það skiptast upp í hestatengda ferðaþjónustu greinar og sem náttúrulega aukast túrisminn og íslenski hesturinn mikið notaður þar og síðan í íþróttamennskuna og kannski að verða tamningamaður og fara í hóla eða fara á Hvanneyri, skilur þetta myndi skiptast þau fá svona mikla innsýn í það að þau langar til að starfa við eitthvað hestatengt þannig að það væri náttúrulega frábært, það mætti vekja bara, það sko nóg af nemendum en það vantar fjármagn til þess að geta haldið áfram en þetta yrði náttúrulega gríðarlega í framtíðinu, hugsum þetta sem gríðarlega gott innlegg og upplegg í að fá fagaðila til þess að starfa í greininni. Þetta hefur oft verið talað þetta svolítið undanförnu og búið að vekja athygli á þessum skorti eins og það hafi gleymst svolítið þessi nýliðun. Það hafi gleymst að finna fólki sem að byrja í hestamennskunni og hjálpa þeim. Það svo margir sem búin að vera í þessu það lengi að það vantar stuðning við þá sem að að byrja. Því það fólki sem á síðan eftir að kaupa sér hest og kaupa sér betri hesta og kaupa sér fleiri hesta. Og fara að leika sér annarkvort í hestaferðum og því miður það bara þannig að maður sér svo skelfilega hluti ennþá í dag ef við hugsum bara meðferð á hestum og svona bara þessi almenna þekking á hesta, eins og ég segi, hestamennskunni í sínu víðustu mynd að það gríðarleg vanþekking og oft á tíðum ill meðferð á hestum án þess að fólk sé vont fólk það vantar bara fræðsluna þetta ekki fólk sem ætla sér að meiða dýr en það bara ósjálft gerir það af því það kann ekki nóg og það ekki fræðsla þú veist hún takmörkuð og vantar grunnmenntun þannig vantar og þú ert kannski sækja einhver þekkingu einhverja helganámskeiði eða einhverjum þið vantar allan grunn til þess að byggja ofan og hvernig hús byggjum við sem hefur ekki góða undirstöð. Nei, svona án gríns þá þetta svona til miður. En heldur ykkur hætta á því að þetta nám muni leggjast af út af fjárskorti? Já, það alveg sem sagt það blikur loft í því að það náttúrulega bara kreppa og ríkið spara, hvar spörum við og þetta snýst það hversu mikil vöntun á þessu okkur vantar fólk til þess að vinna eins og svona hrossræktarbúi eða damningastöð sem hefur einhverja sem veit eitthvað skilurðu, fyrir mér væri það bara mikill akkur að fá fólk sem hefur svona smá þekkingu maður þurfi ekki að vera í því að þurfa allir sem að byrja að vinna þú ferð ekki í skóla og kemur bara fullsprottin út og getur unnið og hefur verksvit og verklag og veist allt skilur þú þarft þjálfun og þú getur þjálfað auðveldara fólk upp sem hefur grunnmenntun við færum þar skilningur á því hvað þú ert að gera og til hvers og þessi krakkar þeir fara mitt út á vinnumarkaðinn nákvæmlega þetta allt krakkar sem koma hérna sem hafa greiðan áhuga á því
og sum hver eru fær, önnur þurfa að æfa sig meira, skilurðu, og það hægt að vera í hestamennsku í svo víðum skilningi, það ekki allir að fara að verða heimsmeistarar, skilurðu, það fullt af fólki sem allar að reka mitt hestatengda ferðaþjónustu og það á eftir að aukast og þú þarft að kunna ýmislegt á þú ferð út í þann rekstur og ekki síður þar sem það byggist kannski á hestum ferðaþjónustæðin. Þá verður þú náttúrulega að hafa hesta sem að virka í þetta og þú veist, það verkfærið í þeirri uppbyggingu og þú þarft að kunna það og vita hvað þú ert að gera, ekki bara allt í einu, þú veist, pompa bara út of nowhere og segja bara, þú veist, ok, ég ætla að fara að reka hesta, þú veist ekkert hesta, grunn þarfirnar þannig og hvernig þú þarft að hugsa það. Og þegar þú setur óvænt fólk á bak, það þarf að vera öryggisatriði og svona þekkja hestinn til þess að treysta honum fyrir óvænt fólki. Já, heldur betur. Já, og þetta má allt saman bæta, skilur það eru nokkru staðir komnir sem eru náttúrulega með gríðarlega reynslu og að gera þetta vel, skilur og en það má lengi, við höfum til dæmis nemendur frá okkur hafa verið að fara að vinna á hestalegunum hérna og þau eru mjög ánægð með þau sem starfskrafta eftir að þú komið hérna, til dæmis. Þannig að þetta er bara mjög mikilvægt. Já, og mikið verk óunnið. Já, þetta er bara byrjunin, sko, og lítur að vera hagur líka fyrir þessa framhaldsskóla sem eru komnir á háskólastig, að fá nemendur inn sem hafa einhverja grunnþekkingu. Það lítur að vera betra að taka við svoleiðisnemendum heldur en einhverjum sem hafa reynsluna en vantar samt ákveðin grunn. Já, ég sé allavega að þú ert full áhuga. Já, þetta er hugsjón, sko. Já, þetta er hugsjón. Þetta er hugsjón. Þú veist, ég náttúrulega búin að vera að temja tripp í 30 ár og ég veit að það verður enginn hestur góður nema sé vel unnið í grunn. Nei. Og það bara lítur að vera saman að knapa. Já, nákvæmlega. Þetta er ekki fín lóka. Þetta eru fín loka. Freyja, takk fyrir spjallið og bara gangið vel. Já, takk bara fyrir komuna. Já, takk. Kærlega. Ég einhverja sirkuskonsta. Jæja, við erum bara... Þetta er fyrst önnur önnin, það ekki? Hvað það fyrir þessa nemendur. Þau hafa verið núna, náttúrulega fyrsta önn snýst rosalega mikið ásettu og jafnvægi og það sem núna annar önn þá eru þau farin meira pæli að geta nýtt ásettu náttúrulega áhrif á hestinn og fara aðeins byrja því að læra hliðargangsæfingar. Og það svona, við erum bara að byrja í því núna. Víkja það undan fæti og svoleiðis. Víkja undan fæti og líka bara að vera svona meðvituð hvað ásettan gerir fyrir hestinn, hvernig maður getur notað þyngdina til þess að hafa áhrif og stjórna. Að reyna að aftengja pínlítið þessi fókus á tauminn og fara að færa fókusin yfir á líkamann og það var náttúrulega eins og Heiðrún, við erum náttúrulega komið með Heiðrún inn núna að kenna pílates og það er mjög skemmtilegt að ná að tengja þetta saman, hvernig knapinn er að beita sig og þetta sem við erum að vinna í með hestana, að við viljum að hesturinn beiti sig rétt, knapinn rétt og maður sér líka hvað hann er svo fljótur að laga vandamál sem maður kannski áður var að reyna að laga vitlausan hlut. Það var svona farin að fara meira í grunninn Og eru þetta nemendur sem eru margir hverjir kannski alveg óvanir þegar þið byrjaðu? Það er nú engin alveg óvanir. Nei. Það er ekki, en það er mjög stór munur á nemendunum þegar þau koma inn. Og síðan er líka stór munur hvað þróast þau mikið. Það er svona eftir hver og einn, hvernig áhugin er. Það er flest mjög áhuga sem koma á brautinni. Og það er mjög skemmtilegt eins og núna er þetta 2 ára nám og við sjáum alveg gríðarlegan mun yfirleitt
á fyrstdagun og á fjóruðdagun. Já. Á fjóruðdagun þá að vera virkilega gaman að kenna og þá maður svona farin að geta nýtt öll þessi verkfæri sem við höfum verið að kenna þeim fyrir, sko. Og maður sé fyrir sig, sko, ef maður myndi fá þá 3. árið. Ennþá lengra? Að þá gæti maður farið að, þú veist, gera virkilega skemmtilega hlutir og hérna þau eru að verða svona færari og en hérna En einhvers staðar þarf að byrja? Einhvers staðar þarf að byrja og það er alveg að hreinu eins og ég held að við erum með bara býsna góðir hestar í þetta. Já, skólahestar? Skólahestarnir, þeir hérna kunna þennan grunn. Við erum með mjög misjafn týpur, við erum með klárustu alehesta, alls konar skapgerðir, en þeir hafa það sameiginlegt að þeir eru vel tamin í grunninn og þau eru búin að vera það lengi í þessa vinnu og í þessari æfingu sem við erum að kenna að þau eru flest svona frekar jafn sterk. Þau eru samspora, þau eru hérna í góðu ástandi svona líkamlega. Þú veist, maður sér það oft þegar kemur hesta kannski að nemendur koma með eigin hest. Til dæmis að þá er maður strax að sjá þessi vandamál sem fólk er kannski að glíma í heima, sko. Hestur sem er með minni grunn, að hann er oft missterkur og maður sér það alveg leið að hann er komin hérna inn og reyna að gera þessi hluti sem við erum að kenna krökkunum að þá er strax þarf maður að svona breyta og byggja upp svona hluti sem er ekki gert alveg á einni tíma. Nei, tekur lengri tíma. Það er að kenna bæði hestinum og knabbanum. Já, en það er þau verða svo Láttu mikið trufla þig? Nei, við skulum reyna að halda áfram bara. Aðeins að stækka umbuna. Passa að þú eru því að sitja beint í veirannes. Þarna. Búin að aðeins að spyrja ykkur, krakkar, hvað er þú búin að vera lengi í hestum? Það er bara frá því mann eftir mig. Já. Og hvernig finnst þér þetta nám vera fyrir þig? Mér finnst það bara að henda mér mjög vel. Já. Svona höfðu vel til mín. Já. Á hvaða braut ertu? Ég er bara hestabraut. Já. Já, það er bara, þú veist ekki að velja ykkur aðra braut, eða? Nei. Og hvað ætlar að gera svo? Það að vinna við þetta? Já, ætli ég gera það ekki. Já. Svona alltaf draumurinn að fara á hóla, sko. Já. Þetta er góður grunnur fyrir það. Já. En þú? Hvað er þú búin að vera lengi? Bara síðan mann eftir mig líka. Já. Og þú ert ánægð með þetta? Já, mjög. Mjög svo. Hvað er uppáhaldskennarinn? Það er uppáhaldsræðslar. Það ekki? Jú. Og hvað er svona helst sem að þú ert búin að læra? Bara, þú veist, hjálpa mér mikið með ásetuna og bara umgengni við hestinn og hvernig að þjálfa hann og svona. Já. Og ætlar þú að vinna við þetta? Já. Já. Ég hugsa það. Stefnan. Já. En þú? Já. Þú ert búin að vera lengi í hestum? Já. Frá því fættist bara eiginlega. Já. Þannig að þið eru öll alveg þrælvön? Já. En læri samt mikið, eða ekki? Jú. Já. Heil mikið alveg. Já. Þannig að þetta er skemmtilegt. Já. Nám. Já. Hvet ég aðra til að... Já, endilega. Já. Rosalega gaman bara. Já. En þú? Já, alveg frá því fæðingu. Já. Þið bara fæddust öll að Hestbaki. Já, þetta í áður þá. Já. Skemmtilegast kennarinn? Skemmtilegast kennarinn? Já. Þóri ekki að segja það. Nei. Má ekki móðga kennarinn. Er Sissel ekki uppáhaldskennarinn þinn? Jú, þetta. Er þú búin að vera í þessu lengi? Já, bara alveg síðan mann eftir mér. Já. Og ætlar að halda áfram? Já, ég held það. Kemur ljós, það við býstu því. Já. En þið klárið stúdentsprófið og... Já. Já. Ég er líka náttúrulegrabraut, sko, þannig að... Já. Já. Herði krakkar, ég ætla ekki að trufla ykkur lengur í tímanum. Takk fyrir spjallið. Gangi svo vel. Heyrðu, þá förum við
eftir, já, höldum áfram að spjalla æfingu þannig að